Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Undanfarin misseri hefur ýmislegt gerst í Kjarnaskógi. Nýtt leik- og grillsvæði á Birkivelli er nú tilbúið og sífellt bætist við það sem þar er að finna. Birkivöllur er sunnar í skóginum en gamla grillsvæðið og þar má meðal annars finna fjölbreytt leiktæki, hjólastólarólu, kirsuberjalund, strandblakvelli og fleira. Við hittum framkvæmdastjóra Skógræktarfélags Eyfirðinga og skoðuðum nokkrar af þeim nýjungum sem nú má finna í skóginum. Nú erum við hérna á Birkivelli í Kjarnaskógi og þetta er, tilbúið eða hvað? Nei, þetta var aldrei tilbúið en nú er þetta svona að taka á sig mynd. Þetta er, Birkivöllur er eitthvað sem við höfum unnið við í 5-6 ár að undirbúa og fyrstu árin kannski fórum meira í svona verkefni sem að kannski sjást ekki, leiðilegu verkefni, gera stíga á bílastæði og leggja rafmagn og þannig. En núna erum við að opna konfektkassan og farin að svona gera hlutina sem að sjást. Þannig að það er voða gaman að lifa þessa dagana. Já, og talandi um sem sést, hér er nú ýmislegt bara akkurat í kringum okkur. Þessi fíni erslabelgur og fleira. Já, þetta er leiktæki sem er mikil gleðigjaf og er fullur af börnum alla sólardaga. Og svo erum við að gera hérna afdrepp hérna til hliðar fyrir foreldrana. Þeir vilja svona vera vandræðalegir og stjákla meðan börnin eru að hoppa. Þannig að þarna verður lengsti bekkur væntanlega á Akureyri til að taka við þeim. Og svo erum við að smíða mínigólfbraut hérna rétt fyrir ofan. Eða við köllum það reynda smágólf, við ætlum ekkert að vera með hennar ensku slettur hér. Og svo er að bætast við hérna annar strandblakvöllur hér rétt fyrir ofan og nýtt leiksvæði er risið hér handan við tré. Og það gerum við til með þess að skógurinn, Kjarnaskógur er 70 ára á þessu ári. Og þess vegna erum við nú kannski að reyna að vera svolítið sýnileg í ár. Það er nú fleira einmitt sem hefur gert í tilefni af þessu afmæli. Það eru hérna tré á bak við okkur. Já, hér fyrir aftan okkur eru kirsuberjatré og félagar í Skógræktarfélaginu plöntuðu 70 kirsuberjatrjám, eitt fyrir hvert ár sem að skógurinn hefur verið til. Og þar ætlum við að hafa bleikt blómahaf svona þegar útskriftarveisslurnar eru á vorin og þannig að endilega að hvetja fólk til að koma að mynda hér að næsta vor. Hér erum við komin í, úti fundarherbergi eða hvað? Já, þetta er fundarstofan okkar hérna í Kjarna, það með þaki og öllu. Og hér erum við að setja upp bekki sem að koma bara hér á milli trjána sem að eru hérna í kringum okkur. Og þannig að hér verður svona fyrir minni ráðstefnur smá aðstaða úti. Þetta er náttúrulega svolítið ævintýralegur skógur hérna, þetta eru sitkagrein sem var plantað 1960 og við höfum verið svona að gera aðgengilegri fyrir almenning með að kvista upp og hreinsa skógarbotnin. En já, hérna bara ætlum við að vera með bara fundi og kynningar við allslags tækifæri. Það bara er alveg gjörbreytt umhverfi leiðum og það kemur hérna inn í þennan skóg. Já, maður finnur það auðvitað, birtan hefur svolítið áhrif á mann en svo er þetta líka, ég þarf aðeins að brýna raustina við þig og við getum verið með 1000 manns hérna út á Birkivellinum við hliðina en hérna ertu í rauninni bara alveg afmarkaður og einangraður og önnur umferð truflar þig ekki. Þannig að það er hægt að koma með kennslu eða fundi eða hvað sem er hérna upp í Kjarnaskóg? Já, við erum með myndvarpa og tjald sem er hægt að nota. Birtan er, að því að greiniskógurinn er yfir okkur, þá er hægt að koma með PowerPointið alveg hérna inn. Þannig að hér verður bara fullkomin aðstaða. Hér er síðan leiksvæði. Já. Hér er risið leiksvæði með það sem við erum kannski að reyna að þjóna bæði yngri og eldri börnum. Við erum með svona yngri deildina aðeins hérna megin. Það er til dæmis kastalið þarna fyrir hérna litlu deildina og svo er annar nákvæmlega eins hérna sem að
Þú getur sagt við henni 3 ára, þú getur farið inn á næsta ári. Þannig að við erum svona að reyna kannski að þjóna sem breiðust hóp hérna á þessu litla svæði. All umgerð, þetta allt bara viður hérna úr skóginum. Okkur, til dæmis eru þrep hérna á bakvið mig sem að það tók okkur ekki nema 60 ára að rækta hérna svona vegileg trjábóli til að nýta. Ég meina, við lögðum metnaði að þurfa ekki að hafa samskeyti hérna á línunum í veggjónum í kringum okkur og það ekkert sjálfgefið eins og hérna við hliðina á mér 11 metra langur Sitka-greinibólur sem bara þýðir að það engin samskeyti á veggnum. Þannig að við svona reynum að gera þetta pínu að okkar en kannski ekki að gleyma því að við erum að fyrst og fremst að reyna að gleðja börn með því að hafa gott leiksvæði. En á þessum nokkrum árum sem liðin eru frá því að framkvæmdir hófust, þá gríðarlega margt sem hefur bæst við útivistarsvæðið. Já, við höfum verið að einbeita okkur svolítið að svona þessum parti af skóginum og svona koma honum, bara búa til meiri útivistar möguleika og við höfum gert það ekkert síður með að tengja saman eldri leiksvæði sem eru hérna, þannig að stígarnir hérna eru mjög mikilvægir. Og með þessum tengingu til dæmis erum við búin að búa til 2 kilometra langan stíg sem alveg hjólastólafær og þetta mikið af okkar gestum eru kannski ekkert miklar fjallageitur, bara fólk sem að ná sér eftir slys eða eldra fólk sem hefur ekki hreinlega bara þrek í að labba mikla brekkur. Þannig að hér til dæmis komin þessi 2 kilometra hringur þar sem verða bekkir með stuttu millibili og verður auðveldur til að þjóna þessum hóp. En utan að þetta erum við að bara keppast við að hengja síðan afþreyingar möguleika fyrir bara alla hvern sem að vill heimsækja okkur. Nú kemur kannski svolítið erfið spurning, eitthvað svæði hérna í uppáhaldi? Uppáhaldi mitt, það alveg ótrúlega margir flottir hlutir. Ég mjög stoltur af þessu grillhúsi sem við byggðum með þessar snyrtingarnar af því að efnið kemur í klæðningunum kemur frá okkur. Mér finnst það alveg frábært. Ærslabelgurinn og hoppidínan sem við stóðum hjá áðan. Það ótrúlega gaman að sjá gleðina í augunum á iðkendunum. En svona uppáhaldi mitt í þessum skógi, og svona í þessum nýju framkvæmdum, það eru hreinlega bara stígarnir. Því að það eru þeir sem að til og með gera börnunum kleift að tosa foreldrana með og ferðast svæðið. Auðvitað að njóta þess að hoppa á einhverju dýni, en þú ert líka að sjá tré og blóm og upplifa vatn og bara náttúruna í leiðinni. Þannig að stígarnir eru mitt uppáhald. Hér alltaf eitthvað að vera. Hérna erum við borðtennisborðin okkar. Þetta ótrúlega vinsæll pakki að vera hér. Þau eru úr steinsteypu og undirstöðurnar bara trjánum hérna úr skóginum. Og ég baði nú fyrirtæki í bænum að smíða þetta fyrir mig, möl og sand. Og köllunum fannst svo gaman að vera ekki alltaf að steypa einhverja loftaplötur að þeir gáfu okkur 2 borð. Og þetta alveg að rótvirka og besta við þetta, borðin virka bara eins og venjuleg borðtennisborð en þegar kúlan dettur, af því að hér undirlagi bara svona salli, þá hún ekkert að skoppa og þú ert ekkert að sækja hana 20 metra út í skó. Hverfur ekkert inn í trén? Þannig að það kostir í öllu. Já, einmitt. Og þetta hefur vakið mikla lukku. Já, þetta að gera sig mjög vel og það bara bæði kemur fólk bara svona borðtennis áhuga fólk, en það líka rosalega gaman að sjá foreldrar spila við börnin sín og kenna þeim mannganginn. Ég hef nú aldrei prófað að spila á þessum borðum, ekki alveg komin tími til? Ertu góð? Nei. Ekki heldur, þá tek ég bara áskorun. Það glæsilegt. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.